Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Hækkandi raforkuverð að sliga grænmetisbændur. Við hittum hjón norður í Eyjafirði og eftir sem hafa fengið nóg og ætla að bregða búi. Við kynnum okkur líka nýja tækni sem gerir fólki með sykursýki kleift að fara í augnskimun með aðstoð gervigreindar. Ef við byrjum á þessu, hægt væri að spara yfir 70 milljarða króna á næstum 5 árum að mati starfshóps sem vann úr sparnaðartillögum sem almenningur og lögaðilar sendu inn í samráðsgátt. Hópurinn afhenti forsætis- og fjármálaráðherra tillögur sínar í dag og hingað eru komin tveir fulltrúar úr hópnum, þau Gylfi Ólafsson hagfræðingur og Hildur Georgsdóttir framkvæmdastjóri hjá Framkvæmdasýslunni. Verið velkomin bæði tvö. Þið takið þarna hátt í 10.000 tillögur og vinsið þarna úr niður í 60. Hvað voru 9.500 svona lélegar eða hvernig var aðferðafræðin? Já, sko, þetta voru 4.000 tæplega innsendingar og fleiri en einn til í hverri innsendingu. Það var frá almenningi og hagsmunasamtökum og fyrirtækjum og svona. Svo kom ýmislegt frá ráðuneytunum, það kom beint frá stofnunum og svo svona utan úr bæ og sumt frá okkur sjálfum. Og þessu var svona öllu dengt saman í eitt hrærigraut og við vorum svona að reyna að draga fram það sem framkvæmanlegt, það sem hefur eitthvað að segja í ríkisrekstrinum, sem yrði svona innan gæsalappa óumdeilt eða svona þannig að það væri þetta koma framkvæma þetta og þetta var niðurstaðan. Við sumar á þessum tillögum voru náttúrulega þær sömu, sumar voru óljósar almennar, þannig að við teljum að þetta sé svona passlega stór pakki fyrir ríkisstjórnina til þess að hlaupa í eitt sprett, eins og eitt kjörtímabil og svo kannski hægt að endurtaka leikinn aftur. Já, þannig að það voru einhverjar óskatillögur hérna, voru fólk að takast á hvað ætti að fara inn og hvað ekki, eða? Nei, í rauninni það var náttúrulega bara farið yfir þessar tillögur allar og það má eiginlega segja að við höfum kannski svona lesið meir og minna langflesta tillögurnar. Þannig að, og nutum náttúrulega mikillar aðstoðar sérfræðinga úr ráðuneytunum við þessa yfirferð og gervigreindi var nýtt að einhverju leyti. En það vekur athygli að margar tillögur sem komu oft fyrir í samráðsgáttinni, til dæmis sem sendiráð, aðstoðarmenn ráðherra, RÚV og fleira rötuðu ekki ykkar skjal. Eitthvað skýring á því? Já, ég meina, okkar mat bara mjög margt af því sem að ríki gerir verðmætt og mikilvægt. Það getur alveg verið að það sé stór hópur meðal almenning sem að telur og það sé ekki verið að sinna mikilvægri þjónustu. En við rýndum þetta og skoðum þetta og höfum okkar reynslu líka og mátum að við vildum ekki skera niður það sem eða leggja til niðurskurð sem væri óskynsamlegur. Já, það kom ekki frá ráðhorunum eitthvað svona, við erum nokkið að halda þessu hérna. Nei. En við náttúrulega líka leggjum fram 60 mjög metnaðarfullar tillögur að mínu mati. Já. Og auðvitað náttúrulega gaf það auga leið að það var alls ekki allt að fara að komast í gegn, sko. Förum við mitt í tillögurnar sjálfar. Langstærsti pósturinn eru innkaup ríkisins. Það talið að þessi hægt að spara alltaf 30 milljarða á næstu árum með því. Hvernig? Það er alltaf búið að gera gríðarlega mikið í þessum málaflokki síðustu 10-12 árin og þetta umhverfi hefur alveg gjörbreyst að mínu mati. Og nú síðast bara var mjög farsæl breyting sem átti sér stað þegar ríkiskaup runnu inn í fjársýslu ríkisins og við það verða náttúrulega miklu fleiri tækifæri til þess að greina innkaupum betur. Það hefur verið mjög erfitt að ná yfirsýn yfir innkaup opinberra aðila, þetta er rosalega víðfeðmt og stórt. En við þessa sameiningu þá tel ég og aðrir að það verði mun betra og auðveldara að greina innkaupin. Við erum að tala um 6 milljarða ári þarna sem myndir sparast. Segir það okkur að það sé bara mikil sóun í þessu kerfi? Já, það er líka snúið að kaupa inn fyrir ríkisstofnanir svo að vel sé og svo að gæðin séu mikil og að þetta hendi í daglegum rekstri og það þarf umbætur bæði miðlægt, það þarf líka ákveðin svona pólitískan stuðning að þetta sé forgangsmál, bæði innan stofnanna að ríkisstjórnin sé sammála því að það eigi að leggja áherslu á þetta. Þannig að sóun og ætli það sé ekki þannig, en það er allavega hægt að gera betur og við teljum að ef að hagræðingarhópurinn leggur sína tillögu fram og ef þeim fylgt að þá sé hægt að gera enn betur. Ef ég má bæta við varðandi opinber innkaup, eins og við nefnum í tillögun okkar, miðlægir samningar fjársýslunnar eða rammasamningar svokallaðir, það eru yfir 600 aðilar inn í þeim samningu. Það er mjög erfitt að ná fram einhverju slagkrafti og svona rosalega marga þarna inni. Þetta hefur verið
rætt oft þetta, það er að segja hagræðingu í innkaupum. Bjarni Benediktsson, fyrrverandi fjármálaráðherra, hann talaði þetta, en þetta hefur ekki gengið eftir, ekki fyrir nú svona almennilega. Er einhver tregða í kerfinu, einhverjir flöskuhálsar þar almennt sem eða þarf þetta bara svona einbeitt pólitískt átak til þess að ráðast í þetta? Ég held að það sé nú ekki hægt að segja að það hafi ekki gengið fram. Það er búið að gera alveg eins og ég sagði hann mjög mikið á mjög skömmum tíma. En þetta er náttúrulega, þetta er rosalega víðfemt og bæði þessi bætta gagna yfirsýn yfir innkaupin mun hjálpa mjög mikið við þetta. En svo líka eins og við komum með tillögu að í okkar skýrslu að það er þetta með eftirlit på opinberum innkaupum. Það hefur í rauninni til þessa og er í dag í höndum markaðarins. En við leggjum fram í einni tillögu að þetta verði fært til stofnunar á sviði samkeppnis- og neytendamála. Þannig er það í rauninni í flestu Norðurlöndunum. Þannig að það spila líka þarna inn í. Annar helsti sparnaðarliðurinn er sameining stofnana. Það tala um að það geti sparað 13 til 19 milljarða. En það þarf náttúrulega að gera það þannig að þær haldi nú sínu hlutverki því að þær hafa náttúrulega skilgreint hlutverk. Heldur betur og þær hafa fjölþætt hlutverk. Og við gerum þarna tillögur að talsvert mörgum sameiningum. Margar þeirra eru ekki nýjar, heldur hafa verið til umræðu lengi og skoðunar. Lykilatriðið er náttúrulega að halda utan þá þjónustu sem við verðum að veita og við teljum að með því að sameina líkar stofnanir á líkum málefnasviðum með kannski líka tegund af starfsfólki, eftir atvikum með líka tegund af kunnahópi eða þjónustuþegum. Já. Að þá sé hægt að ná betri þjónustu og spara pening á sama tíma. En það sem við leggjum áherslu á í þessu líka er að þetta sé gert með frekar heildstæðum hætti og mér er mjög annt það til dæmis að byggðavinklinum sé haldið til haga. Að öðru jöfnu, ef að farið er í sameiningar þar sem að höfuðstöðvarnar yrðu á höfuðborgarsvæðinu, að þá yrðu það neikvæð byggðaaðgerð. Og við áttum okkur á því. Við getum hins vegar náð fram á hvoru tveggja ef að við erum meðvituð það frá upphafi og gerum fleiri en eina sameiningu í einu, þannig að það sé hægt að með svona ákveðin yfirsýn að dreifa og sjá hver áhrifin verða af hverju og einni sameiningu og ég var mjög ánægð með það hvað forsætisráðherra lagði mikla áherslu á þetta á blaðamannafundinum í dag og við leggjum áherslu á það líka í okkar skýrslu. En einmitt til þess að bæta við þetta að með sameiningum svona það sem hefur verið sterkari stofnun og meiri slagkraftur að þar með einmitt áætlum við að það verður að gera betur í opinberum innkaupum. Af því það er mjög erfitt fyrir litlar stofnanir að sinna þessum málaflokki eins og á að gera. En voru þetta sjónarmið sem þið tóku líka með þá inn í reikningin eins og Gylfi kemur inn og það er að byggðasjónarmið til dæmis það verið að tala um að sameina lögregluembætti, sýslumenn og þess háttar að það er horft til þess líka hvar stofnunum þá komið fyrir. Já, við komum ekki með tillögu það. Nei. En það var bara einmitt eins og Gylfi segir að með því að ná fram svona mörgum sameiningum að þá einmitt það er auðveldara sem sagt í stað þess að vera bara að sameina á einhverju einu svæði eða eitthvað slíkt. Þannig að það er einmitt það sem við lögðum mikla áherslu á varðandi byggðasjónarmið. En svo eruð þið með stofnanir eins og tryggingastofnun og sjúkratryggingar sem voru aðskildar fyrir ekkert svo löngu og það var gert til þess að auka skilvirkni og skýrleika. Hvað hefur það ekki gengið eftir? Sko við horfum náttúrulega til Norðurlandana. Þetta er svona með þessum hætti í Finnlandi og Noregi, minni mig. Og í rauninni var svona bara hort á eins og Gylfi var að tala áðan. Við náttúrulega leggjum til mjög margar tillögur að sameiningum og það fer náttúrulega eftir bara viðfangsefni, kunnahópi, má segja svo, og hlutverkinu hverjar parast saman. Þannig að það er það sem við erum svolítið að horfa á þarna. Ég meina báðarstofnanir reka dýrt tölvukerfi, það var hægt að spara þar og svo framvegis. Ja, er ekki hægt að því að sko er eitt að stofnanir séu of litlar og hafi slagkraftin geta orðið of stórar, ríki í ríkinu? Já, auðvitað. Það getur alveg verið. Það getur alveg verið. Og þau geta verið með of víðfemt hlutverk. Auðvitað er þannig, ég held hins vegar að fáar af þeim sameiningum sem við leggjum til þarna séu undir þá sök seldar. Og þarna erum við að para saman við til dæmis gera ráð fyrir að sýslumannsembættin verði að þjónustustofnun með þjóðskrá innifalda og jafnvel útlendingastofnun sem að geti þá verið með mjög góða þjónustu allt í kringum landið og við gerum ráð fyrir að það verði til safnastofnun sem er með mjög svona sambærilegan rekstur þó að það sé auðvitað innbyrðis ólíkur og þau eru allar þessar tillögur eru náttúrulega þannig að þetta eru sjálfstæðar einingar núna með sín hlutverk, með sína menningu en almenni sjónarmiðin eru samt skýr að með öflugri og stærri stofnunum að þá fáum við meiri slagkraft og með færri örstofnunum sérstaklega. Þær eru
og við sáum það bara í innsendum tillögum frá litlu stofnunum að það kvarta mjög mikið yfir nútímalegum þáttum ríkisrekstrar sem eru að fara eftir talsvert mörgum lögum, meðal annars opinber innkaup, persónuvernd, jafnlaunavottun, græn skref, það fullt af svona atriðum sem að litlu stofnanir eiga erfitt með að sinna og við erum með þarna blönda því að fækka litlu stofnunum og að minnka þessar kröfur sem við erum að gera með. Svo erum við eitthvað sem heitir húsnefndana, svona suður amerískt töfraðurinn sagði ég. En við leggjum líka kannski að bæta við varðandi sameiningar, við leggjum miklu áherslu á að það þarf að vanda undirbúningin. Það ekki bara sameina til þess að sameina. Og þess vegna eina tillögum okkar, það verður stofnaður svokallaður svona sameiningarhópur. En reynduðu svona slumpa á allavega hvað mörg stöðugildi myndu falla niður ef, segjum við allar þessar samin, ef það yrði af öllum þessum tillögum sem Nei, við gerum það ekki. En það vorum við í rauninni bara með þessum sameiningum á huga að bættir þjónustu, meiri skilvirkni og slíku og þannig að við vorum ekki neitt að horfa í slíkt. En breytingum fylgir alltaf líka einhver kostnaður, bæði bara við að innleiða breytingarnar og kannski, ég meina, ef Hæstaréttardómurum fækkar þá það kannski auka stoðþjónustu eða hvað það nú getur verið. Tókuðu tillit til, reiknuðu með einhverjum mótkostnaði sem kynni að koma til á móti? Það var ekki hægt að gera það á þessum afar skamma tíma sem við höfðum. Við notuðum hins vegar reglur eða svona reynslu frá fyrri sameiningum sem við notuðum til þess að miða við og svo leggjum við þetta ekki út þannig að þetta gerist allt 1, 2, 3 heldur að þetta gerist yfir tímabilið og það bara held í forseta til þess að þetta gangi vel. Við höfum séð dæmi sameiningar sem hafa gengið illa, við höfum séð dæmi áform sameiningar sem hafa þurft að ganga tilbaka. Þannig að það mikilvægt að vanda til verka. Það þess vegna sem við leggjum þetta upp með þessum hætti og ég held að það sé alveg augljóst að ríkisstjórnin sé á sama máli og við það. Gerir sér grein fyrir því. Ein stærsta einstaka aðgerðin, það niðurlagning nýsköpunarsjóðsins Kríu. Í gögnunum sem ég fékk að það myndi spara 10 milljarða, ég held að sé nú lægri upphæð sem með tilliti til Já, þetta bæði á rekstrar og efnahagsreikningi. Það sagt að það markaðsbrestur ákveðin sem sjóðurinn átti að mæta á sínum tíma að hann sé ekki lengur til staðar. Er það víst? Gæti það gerst að niðurskurður til þessa nýsköpunarsjóðs til þess að fjárfestingu í nýsköpun myndi draga saman sem myndi kannski valda tekjutapi fyrir ríkið þegar framísækir? Já, og nýsköpun svona flókið og kvikt kerfi. Það hins vegar kvikt líka einkamarkaðarins megin frá. Og við höfum bara séð það á síðustu árum að það umhverfi sem var til staðar þegar að Kría var sett á fót, það ekki lengur til staðar, það mjög mikil gróska í nýsköpunarfjárfestingum og við fengum það bara mjög góðar ábendingar að þetta væri skynsamlegt skref að stíga á þessu stigi. Við sjáum alveg og við setjum í rauninni í tillögun að ég meina þetta eins og aðrar tillögur okkar beygis og endurskoða seinna en þær eru alltaf svona dálítið áhugaverðar tillögurnar sem að snúa að því að hætta bara yfir höfuð að gera hluti sem við höfum verið að gera. Þær verða alltaf svona dálítið erfitt að heyra það að við höfum þá verið að gera eitthvað rangt, en ég held að við höfum ekki verið að gera rangt í þessu tilviki. Tímarnir hafa bara breyst, það ekki þörf á þessu lengur, þess vegna eigum við að hætta því og við gerum fleiri svoleiðis tillögur. Við leggjum til dæmis til að lög orlofsnefnd húsmæðra verði aflögð og ýmislegt annað. Fjölmargar nefndir, það mjög margar stjórnir og ráð sem við leggjum til að verði fellt brott. Þetta blanda af stórum og litlum málum. Hætta prent á Alþingi til dæmis. En hversu hátt hlutfall af kannski það sem kalla stærri tillögum hægt að ná tiltölulega auðveldlega fram með einu pennastriki? Við reyndum að tímasetja aðgerðirnar og það nú alveg slatti sem við áætlum að gæti hafist á þessu ári. En þetta þarf að fara í fullt af lagabreytingum. Í sumum tilvikum eru tilbúin kannski frumvörp hjá ráðuneytum, langt komin og einhverjar aðgerðir eru bara mjög, eins og þú segir, hægt að græja með einu pennastriki en mér heyrist nú allan á blaðamannafundinum að forsætisráðherra væri nú þegar fann að leggja drög að einni slíkri bara á næsta ríkisstjórnarfundi. Já, ég held að bara þegar þau ákveða að fara í þetta verkefni þá hafi svona þessir vessarfarið að fljóta í ráðuneytunum og í stjórnkerfinu það að fara að ýta af stað málin sem hafa kannski legið eða verið til umræðu en þurfa að kýla á og það til dæmis þetta með
með laun handhafa forsetavalds Já. sem að hún hefur bara sem að við gerum tillögu að en hún virðist ætla að skáka okkur og ætlar að leggja fram bara strax í vikunni. Já. Hvað svona segið þið þessa tilraun getum við sagt að þetta hefur ekki verið gert með þessu móti áður, það kannski ekki að meta árangurinn fyrir en allt gengið. En hvað finnst ykkur þessa vinnu og hvað svona hafið þið lært af þessu ferli? Það lært alveg gríðarlega mikið. Ég tel að þetta sé bara mjög góð leið til þess að ná einmitt virkja almenning og líka fyrst og fremst að ekki síðast að virkja stofnanirnar. Að það koma alveg rosalega góðar ábendingar innan bara úr kerfinu. Já. Og mjög margar af þeim munu þau væntanlega vinna áfram þó að við gerum ekki beinlínis tillögu það. Mjög margar eru flóknar eða mjög sérhæfðar inn á ákveðnum sviðum sem við getum ekkert verið að setja okkur í og dæma af eða á. Og ég vona að það verði haldið áfram að vinna með það á þessum hætti og ríkisstjórnin hefur sagt það skýrt að þau eru opin fyrir öllum tillögum sem eru í þessa átt og mér þætti ólíklegt ef að stofnanir eða ráðuneyti komið tillögur til ráðherra sinna breytingar að það tekið illa. Senduð þið sjálf tillögu inn? Ekki ég. Já, ég átti eina. Já, hún flaut inn. Já, má spyrja hvað það er? Já, hún fjallar forgangsröðin í heilbrigðiskerfinu. Ég er heilsuhagfræðingur sjálfur og ég held að það sé verðugt verkefni að gera það með ígrunduðum og skynsamlegum hætti að bæta heilbrigðiskerfið og spara okkar krónur kannski líka. Við erum að setja punkt við þetta hér. Takk hérlega fyrir komuna Gylfi og Hildur. Takk hérlega. En yfir í annað. Miklar raforkuverðshækkanir á garðyrkjubændur í ylrækt eru farnar að taka sinn toll og hljóðið bændum víða þungt. Kastljós tók hús á hjónum í Eyjafirði sem hafa ræktað paprikur í tæpa 4 áratugi en stefna nú á að bregða búi. Óðinn Svan tekur við. Þetta ekki rekstrarhæft. Þetta er bara spurning hvenær það fara á hausinn. Það er ekki spurning, heldur bara hvenær. Þetta stendur ekki undir neinni skuld, sko. Þannig að eftir einhver ár þá verður bara íslensk grænmeti á sumrin, ertu að segja það? Já, ég er að segja það. Það er ekki styttri en hálftíð, sko. Það getur bara verið að þetta verið næst í vetur, verið seinast í vetur sem ræktaði veturinn. Garðyrkja hefur verið stunduð í Brúnalaug í tæplega 90 ár, en árið 1986 keyptu hjónin Anna Sigríður og Gísli jörðina og hófu rekstur. Þrátt fyrir að húsin á svæðinu láta ekki mikið yfir sér eru það ræktuð 20 tonn af papriku á hverju ári sem seldar eru í stórmörkuðum á Akureyri og víðar. En nú virðist þessari sögu vera að ljúka. Eins og staðinu núna, þá er 60% af brúttótekjum fer bara beint í rafmagni. Það gengur bara ekki upp. Og þú varst að sýna mér hérna reikningana frá orkusölunni í 2025. Já. 984.000. Ef við förum aftur til 2020, 533.000. Já. Þetta er bara hækkunin. Já. Þetta er 111% hækkun per kílóvattstund. En hvað gerir þetta, sko, þessi staða sem uppi komin? Þetta er bara ekki rekstrarhæft. Það er bara staðan. Það er nú alltaf að selja þetta. Þú getur ekki, ég hef bara að gefa þetta, einhvern vil eiga þetta, hann má hann eiga þetta. Þetta borgar ekki vext af einu. Það er að tapa á þessu þegar hjónin hérna? Já. Hvað segirðu fyrir þér að gera? Ég ætla bara að fara að hætta þessu. Ég er búinn að segja upp samningnum hjá Rarik, þannig að ef ég fer í algjöra fílu, þá slekk ég bara morgun og þá fá þeir ekki neitt. Þeir eru voðalega heppnir með það, lítur að vera. Við vorum ekki búnir að ræða við Gísla í langa stund þegar við þurftum að taka pásu þar sem starfsmaður frá Rarik var mættur á svæði til að lesa af mælum. Ég fer að hætta þessu rugli. Ég er að hætta að vinna fyrir ykkur. Fyrir okkur? Já, fyrir ykkur. Já. Ég er búinn að fá brjálæðislega hækkun með, þú er ekki fengið svo mikla að kaupa okkur sjálfu, ég get alveg sagt í það. Þeir eru búin að hækka svona mikið að þetta er ekki nótæft lengur. Ekki við því, ég er ekkert að sakast við persónulega, en ég er bara að segja að þetta er bara komið út fyrir gröf og dauða þessu villsa, sko. Gaman mig, ég var eins og þú. Já, ég veit það, ég er að segja það. Fær aldrei leið á þessu? Elska þessa tegund. Býst í sjálfur. Svona draumur hjá mér var að vera með ljós hérna, maður geti verið við þetta allt árið. Það gekk fínt fyrstu árið þegar maður var með ljósinn, þá hefði maður út fyrir pening. Eru þessi rafmagnsfyrirtækið einu sem er að græða á þessi dag? Já, við erum að vinna fyrir þau. Meira og minna, sko. Þú ætti bara að vera með nafnskírteini hérna, Gísli hjá Rarik. Það er svona, liggur við. Það er haugur á þessu, sko. Það komast alltaf fyrir paprikurnar. Ég kaupi mikið á 260 einbýlishús. Þessu stóru stöður er að kaupa svona 500 til 1300 einbýlishús einingar, sko.
Hvernig hljóðið í bara öðrum garðyrkjubændum? Eru þið í miklu sambandi, þú og aðrir bændur? Já, það allt í klessu hjá öllum. Pólitíkus tala reglulega að það þurfi að... Já, það bara blaður. Þau tala að þurfa að gera eitthvað, svo gerist ekki neitt, sko. Orkusölan, Orkustofnun samþykkir allar hækkanir sem fara fram á, bara samþykkt, og þeir framkvæma alltaf meira og meira, og þá geta þeir fengið meiri hækkun umfram verðlag, og við erum ekkert búin að fá svona kauphækkun eins og þeir eru búin að fá. Enginn á okkur sem hér. Þú talar að stjórnvöld eru ákveða hvort það eigi yfir höfuð að rækta svona grænmeti hér á landi? Já, þeir eru bara ákveða að segja okkur og við ætlum bara að leggja þetta af. Í núverandi mynd, það hægt að rækta þetta yfir sumarið, sko, en ekki með ljós. Þeir eru komnir yfir þann verðlagsþröskuldu, það sé hægt gerlegt. Þannig að þeir geta bara sett þetta í gagnaverk. Það skapar svo mörg störf, sko. Ef þú mættir ráða þessu öllu, vera landbúnaðarráðherra í viku, hvað myndirðu gera? Ég myndi bara ákveða það að ef þeir ætla að borga 90% af rafmagninu, þá bara borgir það. Við fáum bara restin reikningi sjálfur. Ekki reikningi upp á einhverja miljónir og svo upp á náðan miskun hvort að þeir borgi þessi með samið. Bara, sorry, peningarnir búnir. Sjáu þið hérna, menn geta að sé hvernig þetta hér, sko. Það ekkert hægt að kvarta að sé ekki á þessu. Það haugur á þessu, sko. Tek plönturnar hérna niður, ég ætla að reyna að hafa þær í svona 1,5–2 mánuði viðbót, svo bara hættir, þá bara stek ég niður og hættur. Ertu bjartsýnn á að ný ríkisstjórn breyta sig eitthvað? Nei, ég ekki bjartsýnn á að breyta henni. Þeir bladra og segja þetta að breyta öllu, hinn ætla að gera eitthvað lifandi skelling, sko, en þeir gera ekki neitt. Þeir bara tala þetta á fundum, þeir ætla að gera eitthvað, en svo færi reikningin heim og færi hækkunina, byrju hvað á að gera. Já, þú getur ekki haldið inn að fundi, þú ert bara að borga hann reikning. Nei, 84.000. Við förum aftur til... Gísli, hvað ætlar að fara að brasa ef þú hættir þessu? Ef ég breyti þessu ekki bara, geymi hjólið síðan bara ágætis tekur fyrir því. Gengur bara fínt held ég ætla allavega að pröfa það. Kaup mér stóra hurð hérna á Norðurhúsi og svo bara rusla þessu öllu niður og þá ég bara hættur. Fer að geyma hjólið sig og fara sjálfur til tenni og leika þar? Ég held að það er draumurinn allavega. Já. Eða gera sem minnst bara. Yfir í nýsköpun í heilbrigðiskerfinu. Íslenska fyrirtækið Retina Risk hefur þróað tækni sem gerir fólki með sykursýki kleift að fara í augnskimun með aðstoð gervigreindar. Skimunin er gerð í apóteki og sjúklingar fá að sjá niðurstöðurnar samstundis. Urður Örlygsdóttir skellti sér í augnskimun. Góðan daginn. Herðu, við ætlum að skima hérna á mér augnbotnana. Já, og ég ætla að taka þá myndir af augnbotnanum og ég ætla að byrja á vinstra. Þá heldur þú svona bara vel fyrir hægra. Þú ættir að fara að sjá doppinu, eða ekki? Síðana, já. Já, ok, nú tek ég mynd. Já, þetta skiptir miklu máli fyrir fólk með sykursýki í Íslandi og ætlað sem tæki og til þess að bæta aðgengi og svona minnka þröskulda í átt til þess að geta sótt sér augnskimun og fyrst og fremst bara mikil þjónustu nýsköpun. Og þetta er bara iPhone sem við erum að horfa á. Já, það er iPhone hérna. Þannig að hann er tengdur bara við þessa græju sem þú ætlar að taka myndina með. Já. Og svo er bara vinnslu geta símans notuð til þess að vinna úr myndinu og keyra gervigreindina og þetta hefur mikla kosti í för með sér. Meðal annars að kostnaðurinn bara við skimu lækkar, það er að segja bara vinnslu kostnaðurinn á gervigreindinni af því að þetta er keyrður á símanum. Þú getur skima líka það sem ekki nettengingar. Það er að segja, þú veist, ef til dæmis þarf að keyra kringum landið eða þú veist bara að þjónustan hefur miklu meiri möguleika að koma til þín þar sem þú ert og það er ekki háð bara þessum nútíma tækni sem við þetta keyrir alltaf myndavélinni. Fólk með sykursýki þarf að fara í reglulegt eftirlit til að fylgjast með breytingum í augum, en sykursýki er ein helsta orsök sjónskerðingar og blindu. Talið að 12–15.000 Íslendingar séu með sykursýki. Þá ætlum við að keyra gervigreindina á myndirnar og þá sýnir hún hérna að það er enga breytingar sem hún metur út frá myndunum. Og það kæmi, ef það væri eitthvað, þá fengi það merki. Þá kæmi það alveg skýrt fram hérna. Sko, við hugsaum fyrir heilbrigðiskerfið sem slíkt. Það sem skiptir máli að þessi tækni getur minnkað innflæði í sérlækningar þó nokkuð. Það er svolítið kjarninn í því sem gervigreindin gerir að hún tekur þjónustuna sem var kannski áður fyrir gríðarlega sérhæð og færa hana niður á lægsta þjónustustig og hjálpar okkur líka svolítið að endurskilgreina hvað lægsta þjónustustig er. Svo við hugsaum kannski áður fyrir það sem heilsugæsluna eða eitthvað álíka en apótekin eru alveg gríðarlega góður snertipunktur fyrir það.
Eins og þetta bara fyrir fólk með sykursýki. En við erum að vinna okkur í áttina því að geta þá horft á gláku og aðra augnkvilla og við stefnum að því núna í lok næsta árs að geta greint hjartasjúkdóma á augnbotnamyndum.